Já, komið sæl og blessuð. Verið velkomin á samkomu á United, mánudagskvöldið, klukkan 8, eða vissu ekki nákvæmlega hvar við voru. Og ég er með ykkur klukkunni og allt það. Hérna bara velkomin og til hamingju með að fyrir að hafa valið að vera með Guði og í samfélagi við aðra. Það er einhvern veginn að besta og fallegasta sem maður getur gert fyrir utan það að vera með Guði, það er að vera með Guði með öðrum. Og já, hérna, við ætlum að spila nokkur lög. Og hérna við ætlum að lofa Guð og ég bara hvet ykkur til að koma og vera með okkur. Fyrsta lagi sem við spilum er hérna svona mjög nálægt hjartanu mínu þar sem það er í raun og veru bara algjörlega lag mína göngu með Jesú og hérna hvaðan ég er að koma. Ég er að koma bara úr einhverju miklu myrkri og fyrir 3 árum síðan þá hefði ég ekki verið hérna með ykkur. Það er alveg á hreinu. Og hérna ég er samt svo ógeðslega þakkláttur fyrir að hafa ratað inn í innan sal, fundið friðinn sem er hérna inni og fyrsta sem ég hugsaði þetta er friður sem ég langar að fá inn í hjartað á mér. Og ef þið haldið þessari göngu með Jesú áfram, ef þið eru byrjuð á henni eða nýbyrjuð eitthvað, þá get ég lofað ykkur því að þið haldið áfram að þá mun þessi friður, hann mun birtast innan með ykkur og hann mun stækka og hann mun verða það stór að þið getið deilt honum með öðrum og hjálpað öðrum sem eru ekki með friðinu með sér. Að finna þennan frið og það er allt þökks í Jesú hinn heilagi konungur. Herru, keyrum þetta í gang, við ætlum að rífa þetta í gang. Með endilega stöðu upp, yes sir, okay! Used to live like a rebel, didn't wanna behave. Thought a wretch like me could never be saved. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, he's sneaking, take your life. I was dead, now I'm alive and singing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more sinner been saved by grace. This dead man ain't dead no longer, all because of that grave robber. Maybe you're the one thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time. Like a thief in the night, he's thinking, take your life. That resurrection gonna have you singing. I got stolen by the clear robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more sin, I've been saved by grace. This dead man ain't dead no longer, all because of that grave robber. Yeah. Taking my sin, taking my shame, bringing my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God did it. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, God did it. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more sin, I've been saved by grace. This dead man ain't dead no longer, all because of that. All because of that grave robber. Tveir, þarna kemur það.
Velkomna United-gangu. Velkomin. Hvað segið þið gott? Það ekki? Ekki gott að biðja þá? Hefum við rís á fætur? Það nokkuð bænarefni sem okkur var borist inn. Það maður sem var að kannast með sykursýki. Það kona sem ætlar að vera með okkur hér í kvöld sem liggur heima mjög veik og í rannsóknum og við trúum því að Guð grípi inn í líf okkar. Við vitum það. Hann læknirinn. Hann reisir okkur við, hann gefur okkur lækningu og hann gefur okkur lausnin í okkar líf. Og við erum öll með eitthvað bænarefni á okkar hjarta, það ekki annars? Við erum allavega með bænarefni sem getur varðað einhvern í ættinni, einhver skildmenni eða vini, fólk sem að berjast, eða þú kannski bara að berjast sjálfur sem hér inn í dag. Það gott að loka augunum, sitja fram hendurnar og svona gefast upp fram fyrir Guði. Og leyfa honum að koma inn í lífið þitt. Leyfa honum að koma og reisa það upp. Það það sem hann vill gera. Hann vill gefa okkur líf og líf í fullri gnægð, stendur í orðinu. Bara Faðir, við þökkum þér fyrir náðina, þökkum þér fyrir miskunn þína, Drottinn, við þökkum fyrir að þú ert hér í dag, Drottinn. Við bara leggjum einn og sérkvæmt í þínar hendur sem hér inni, Drottinn. Þú þekkjur okkur öll, þekkjur okkur betur heldur en við þekkjum okkur sjálf. Þú veist nákvæmlega hvað það sem við erum að berjast við, Drottinn, og þeir sem að berjast. Og við þökkum þér líka fyrir öll þau kraftaverk sem hér inni, Drottinn minn. Það fólk sem þú gripið inn í lífi hjá og gefið nýtt lífi, Drottinn. Og Faðir mig bara leggjum sérstaklega þá sem að koma hér í fyrsta skipti. Ég biði bara, Drottinn, að þú meir koma inn í hjarta þeirra, Drottinn. Leiðum að finna hver þú ert. Leiðum að finna að þú ert með lausn, þú ert með lækningu, þú ert með frelsi. Við þráum að losna við kvíðan og óttan, hræðslun og vanmáttakendina. Þá kemur þú þar inn, Drottinn. Og við lyftum þessum hlutum öllum til þín. Og þessum einstaklingum sem voru að greinast núna með sá sem var að greinast með sykursýkina og hún kona sem mjög kvalinn, Drottinn, sem fyrir rannsókn. Ég biði bara að stjórna hönd og lækna, Drottinn. Hún megi fá fullkomna lækningu og við trúum að þú gefur fullkomna lækningu í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Hún Braufi ætlar að tala til okkur í kvöld. Það verður rosa spennandi að fá að heyra í henni. Og ég hvet ykkur til þess að vera dugleg. Taka þátt í lofgjörðinni. Gott að koma hérna fram. Og hérna eins og Finnbjörn að segja. Þú veist, gerum þetta saman. Það svo gaman að gera þetta saman. Ég veit að það eru margir þetta inni sem vilja koma hérna fremst og kannski vilja hafa frelsi til þess að geta lyft höndunum og lofa Guð. Það var svolítið erfitt fyrir mig í byrjun. En vitið þið að þegar maður gerir þetta, það svo mikið frelsi að gefast upp frammi fyrir Guði og gefa honum allt. Það það sem maður þráir. Og síðan tökum við samskot. Það engin neittur til þess að gera það. Guð elskar glaðan gjafara. Það pósi aftast, við látum körfurna ganga og endilega taki þátt í. Það kostar að vera hérna, við þurfum að borga fyrir að vera hérna líka. Bara Guð blessi ykkur. Amen. Við ætlum að halda áfram að syngja minn heila Jesú. Þetta lagi I know a name. Ég ætlaði að fá hérna manninn á glærunum til að setja upp nafnið Jesú hérna fyrir aftan mig, en það virðist vera flóknasta fyrir bara á jörðinni að koma inn glærum á þetta, þannig að við biðjum fyrir honum og öllum þeim sem eru á glærunum. Ég hef aldrei séð jafn flókið kerfi á ævinni minni, þannig að það bara magnað kraftaverk að það skuli vera eitthvað upp á skjánum minna. Þetta svona hluti sem maður tekur sem sjálfgjörnum hlutum, en hugmyndin var sem sagt að hvað mikill kraftur í nafninu Jesú. Ef þið labbið inn í herbyggi og segir nafni Jesú, ég get lofað ykkur þið fáið viðbröð. Sama hverjir inn í herbygginu, hvort þið eru trúar, ekki trúar, vita ekkert trúar, aldrei vita Guð, aldrei vilja, aldrei vita Guð, vita allt Guð. Að þá ef þú segir nafni Jesú, þá mun það breyta andrúmsloftinu inn í herbygginu. Af hverju það veist, þetta kraftaverk orð. Bara eitt orð og það mun breyta öllu, bæði innra með þér og fyrir utan og fólkinu í kringu. Og það verður alltaf merkilegra og merkilegra fyrir mig því ég sé nafni Jesú að það vekur ennþá viðbrögð hjá mér. Stundum fæ ég svona hlýju, stundum fæ ég svona bara, þá yfirleitt að gera eitthvað vitlaust. En já, það magnað að vera að koma með einhvern kennara í lífi sitt, að hann sé heilagur Guð, heilagur Jesú. En þetta, já, I know a name, tökum vel á þessu. I know a name
that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name. It's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have a King with dominion over death. He holds the key in his holy nail-scarred hands. He is the heel, yeah, that has crushed the serpent's head. I resurrected great I am. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Oh, tak Jesus, where death is now your sting, and where your victory, and now where death is now your sting, and where grave your victory. Come on! Where death is now your sting, and where grave your victory. Dead things come alive. Dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive. Dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive. Dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. In the name of Jesus. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I call you Jesus.
you Jesus. Oh, Hela Jesus. Hela Jesus. Call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary's more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never
sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. Sing your That's song. why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, And he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. that's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, And he heard, and he answered. I sought the Lord, And he heard, and he answered. I sought the Lord. And he answered. That's why I trust him. That's why I trust in God, My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in In God, my Savior, the one who will never fail. He will never Takk heilaði Faðir. Takk fyrir að við erum samankomin hérna í þínu nafni. Takk fyrir að umvefur okkur með kærleikanum þínum. Takk fyrir að leiðir okkur áfram. Takk fyrir að við höfum opnað eyrun til að sjá og heyra það sem þú vilt fyrir okkur í okkar lífi. Takk fyrir hugryggið. Takk fyrir hugryggið að þora að sitja í þögninni. Takk fyrir hugryggið að hafa fundið þögnina svo ég geti fengið að heyra hvað þú ert að segja við mig, hvað þú segir við mig á hverjum degi. Hjálpaði mér að losa mig við allt sem er að hindra mig í því að finna fyrir þér, allt sem er að koma í veg fyrir það að ég geti verið þér til gagns. Takk Jesus.
Þú ert Guð þér einum ber, allt mitt líf því færist þér, söngur sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vill, þín nærvera mesta gleði mín. Sendur helgur andi, sendur helgur andi, þú ferð, gefa þér þín komi, gefa þér þín komi. Eitt bið ég eitt þrái ég, meir en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig og sleppi því sem hindrar mig. Þér og Guð helgun lofgjörð mín. Ég brenna vil af ástríðu til þín. Sendur helgur andi, sendur helgur andi, þú ferð, gefa þér þín komi, gefa þér þín komi. Sendur helgur andi, sendur þú ferð, gefa þér þín komi, gefa þér þín komi. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Allt svo fegurð sem þú gafst mér, sem minn vinur, svo líkt öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Allt svo fegurð sem þú gafst mér, sem minn vinur, svo líkt öllu því sem ég hef séð. Sendur
dýr þín komi, sendur regn, helgur andi sendur regn, helgur andi ráð þú ferð, gefa dýr þín komi, gefa dýr þín komi. Gefa dýr þín komi. Gefa dýr þín komi, gefa dýr þín komi. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Svo fegur sem þú gafst mér, sem minn vinur, er svo lík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Svo fegur sem þú gafst mér, sem minn vinur, er svo lík öllu því sem ég hef séð. Sem ég hef séð. Skæða. Hvað það var gott. Það er alveg algjör forréttindi, elsku vinir og systkini. Já. Það er að fá að stíga inn í faðminn á pappa sínum og eiga góðan pappa sem er faðmanns á himnum. Og það var það sem ég var að upplifa núna, bara í lofgjörðinni að koma og ég sá litla sýn áður en ég byrja. Ég sá litla sýn sem er samt svo stórt. Og mér fannst sem sagt úr sjónarhorni bass í rimlarúmi og sem var búið að særa og ég sá bara Guð svona teygja sig yfir rúmið og segja bara, þetta verður allt í lagi. Og þetta var lítið barn. Og ég veit ekki hvort það er einhver hérna inni sem hafa brotið á bara mjög ung. Ég upplifði því að ég var 3 ára. Og ég man þegar ég tók á móti lækningun í hjarta mitt og hjarta, sál og minningar og allt. Og þá var ég 25-6 ára. Og ég upplifði þessa lækningu. Það sem að, út af því að ég upplifði að barnaska mér var svona tekin frá mér, eðlilega. En hvernig Guð bara læknaði, fór alveg inn í minninguna þegar ég var lítil og kom með lækningu. Og það var svo magnað. Og ég bið þess að Guð kom með þessa lækningun í líf þitt. Heyrðu, já, ég var með hérna biblíuna mér. Heyrðu, ég heiti Laufey. Gaman að sjá ykkur. Það er gott að vera hérna og takk fyrir trausti, Óli minn, að treysta mig fyrir þessu púlti.
og ég bara verði að fá vatn, þetta var svo djúpt og gott. Ég skora á ykkur að þegar þið að byrja gönguna, hvort sem þið að byrja eða langt komið, að leyfa ykkur svona reglulega bara stíga í fangið í lofgjörðinni á föður ykkar, bara í pappafaðm. Og það er svo gott og það er svo holdt að jafnvel þegar við erum orðin gömul að fá þetta knús, fá pappaknús og finna hvernig bara svona bráðnar eitthvað inn í manni. Það þarf ekki að vera eitthvað stórkostlegt, það getur þess að bara verið stress. Og en þá bara svona, þá koma svona stundum tár, því að hann að bræða eitthvað sem þarf að bráðna. Heyrðu, hvað segið þið það? Að við ætlum að nýta þessa ljúfu kvöldstund í að spjalla hans vöxt, andlegan vöxt og viðhalda því. Stundum gerist það að maður bara, að maður tapar því svolítið. En markmið okkar í göngu okkar er alltaf fyrst og fremst, númer 1, 2 og 3, það er líkjast Jesú. Það er að ganga í þessu andlega lífi og við lærum að þekkja Jesú og líkjast honum meir og meir. Og það er svona markmið, það er svona grunnurinn og það er svona vegferð eða verkefni eða ferðalag sem er bara stórkostleg. Það getur verið algjört ævintýri. Og til þess að á þessari göngu eða í þessari vegferð þá þurfum við Guðsorð. Við þurfum samveru okkar eða við þurfum að eiga samskipti við föður okkar, heilagan anda, Jesú Krist. Við þurfum að vera í bæn og í samtalinu og líka við aðra kristna og í lofgjörð og hugsa þess að þroskast í ávöxtunum, ávöxtu andan sem talað í Galatabréfinu 5, 22 og við segjum svo oft í United ekki gleyma hvaðan komst og hvert þú ert komin í dag. Vegna þess að við þurfum að minna okkur á það reglulega að þú veist hvaðan við komum, úr hvaða myrkri eða úr átökum eða fíkn eða ótta og hvar við erum í dag þegar við erum búin að taka á móti Jesús og byrjum að eignast friðina. Það er gott fyrir að minna okkur á það reglulega. En mér langar að minna ykkur á því, langar mér að minna ykkur á það þegar þið voru einu sinni börn. Og svo eignaðist ég börn. Og núna á ég nokkuð barnabörn. Þannig að ég er búin að fylgjast með svona, bæði sjálfur mér og öðrum börnum og vera að vaksa sem er svo stórkostlegt. En þetta á líka við í hinu andlega lífi að við erum börn og það tala það í Biblíunni að við erum börn og við hugsum eins og börn og ályktum eins og börn. En svo segir hann við okkur, en þið verði líka að vaxa úr grasi. Þið geta bara vera barn alltaf. Þið þurfum að vaxa úr grasi. Og það var það sem ég skrifaði í kvöld á blað. Já, afsakið. Fór alveg með mig, bína í sögnum. Barn veit ekki hvað er rétt og rangt. Það bara fæðist og bara þarna. Það veit ekki hvað það að borða, það veit ekki hvernig það að vakna og allt svo veist það bara vaknar, það þarf að borða, það þarf að skila á sér og það þarf knús. Og barnið þarf þetta, en það er svo margt sem það veit ekki, en við erum fyrirmyndirnar og foreldrarnir sem að þurfum að vera til staðar til að hjálpa áfram. Og það skiptir máli að sé ykkur í kringum börnin sem er með einlægan kærleika og veit hvert hlutverkið er. Að foreldri viti hvert hlutverkið er. Það er til að vernda barnið, aga það, elska það, leiðbeina því, kenna því og en líka svolítið að sleppa þeim höndunum. Og svo verða þessi yndislegu börn eins og við öll, verðum úlingar og þá herðist leikurinn. Og ég man alveg eftir þegar mín börn eru úlingar og það var ránkvöldu augunum alveg, mamma, þú veist ekkert.
þú ert ekki að tala svona eða segjum að svona, mamma, hérna, Og þegar úlingarnir verða úlingar þá vita þau allt sko og það hérna ég veit þetta, ég má þetta, ég kann þetta, ég veit ekki hvað ég er að gera eða þá hinir mega þetta, því öll heist það ef þið áttu úlinga, allir hinir áttu einhvern síma sem ég vildi ekki kaupa og þá maður svolítið upptekinn af sjálfu sér. Það snýst allt okkur sjálf. En svo þegar við förum að vaksa enn meir úr grassi, þá förum við að nota orðið við meira. Við fjölskyldan eða við vinirnir eða í kirkjunni eða. Og hvað Guð að gera í dag? Þannig þá förum við meira í þetta við. Og það það sama þegar, og þetta eðlilegt. Þetta eðlilegt ástand. Það eðlilegt þessi uppreisn og þú veist að maður veit bara miklu betur en foreldrarnir og allt þetta. Þetta allt eðlilegt og þetta eðlilegt líka í kirkjunni og þegar þú ert að vaksa úr grassi. En mér var svo gaman að sjá þroskasögu í Biblíunni. Bara ef maður les postulasöguna, að lesa þroskasögu postulana í postulasögunni. Að þeir lenda í ýmsu, þeir lenda í lífshættulegum háska og hlutum og maður getur lesið postulasöguna svolítið og séð svolítið þroskasögu trúas einstaklings og einstaklinga og það mjög hollt og gott fyrir okkur að gera það vegna þess að við erum líka á þessum stað að við erum að vaksa og þroskast og það ekki alltaf þægilegt og þegar ég okkar eða sjálfið kemur alveg bara á að fara að segja mér hvernig ég á að haga mér að tala eða að ég þurfa að hætta einhverja hegðun og þá bregst mannlega eðlu okkar og svona fyrir að berjast á móti en mér finnst líka gott að hvetja ykkur og ég ætla að gera núna, ég ætla að hvetja ykkur til að lesa líka vegna þess að við þurfum eins og börn og unglinga, við þurfum leiðbeiningar og við þurfum áskoranir og það svo magnað að lesa bréfin eftir Pál og Jóhannes og Pétur og svo bræðurnir Jakob og Júdas að það svo margt í bréfunum sem að fyrir okkur til að þroskast, til að eignast andlegan þroska. Og ég tók bara svona nokkra setningar úr bréfunum hér og þar sem að einhver frá Páli, einhver frá Péturi, Jóhannesi og ég tók reynda mest frá Jakobi. En það til dæmis að halla okkur að hreinni gleði, sem gleði drottins, að eiga þessa gleði og hún sé og sækjast eftir hreinni gleði. Og hætta að eltast við ágirnd, lastmæli, baktal sem að lyftur okkur upp að við erum að reyna skýta einhvern út svo við lítum aðeins betur út. Þannig maður eitthvað svona að reyna að níðast á okkur náunga með orðum til að réttlæta það á hvaða staði við erum sjálf. Og þannig það eitthvað sem að þeir benda okkur á að hætta. Og vera föst í samabyrði. Það ekki gott að vera fastur í samabyrði. Þeir hvetja okkur líka til þess postularnir að hætta því. Vegna þess að það, og síðan byrjum við að ala á hatri og afbrýðisemi, sérstaklega afbrýðisemi og þetta fer að malla í líkamanum og í hjartan okkar og í huganum og svo bara allt í einu fer þetta að koma út munnunum á okkur. Og það ekki fallegt. Og þeir segja það, og Jesús segir líka að þegar þetta fær að malla í hausnum á okkur nógu lengi, þá kemur þetta út á endanum. Þannig því ekki bara að gera þetta upp strax, að fyrirgefa og biðja Guð að hjálpa okkur. Og lífið hendir á okkur alls konar áskorunum, við vitum það öll sem erum hérna. En það var einu stað sem að, ég man ekki hver þeirra sagði þetta, en hann sagði að við skulum bara byrja snemma. Byrjum þegar koma litlar áskoranir. Það skulum byrja, það kemur lítil áskorun og bara taktu strax og segja bara, Guð faðir, geð mér visku og geð mér náð til að takast á við, þú veist, kannski bara manneskju eða bara eitthvað rifrildi. Og þeir hvetja okkur til þess að vegna þess, ef við byrjum nógu snemma að þessu, að venja okkur á það, eða kemur eitthvað sem við bara ráðum ekki við, ef við erum reið, afbrýðisöm eða þú veist, það kemur eitthvað og okkur langar að hefna okkar, og þá segir hann, byrja bara strax að æfa ykkur á litlu hlutunum, vegna þess að það kemur af því
að þú lendir í lífshættilegri áskorun eða eitthvað sem gjörsamlega snýr lífið inn á hvolf og þá er gott að vera komið með þetta svona pínu bara strax alveg bara, ok, þá er ekki bara, byrju, hvert á ég að leita, hvert á ég að fara og byrju, hvert get ég beðið hjálp eða hvað á ég að lesa. Þú veist, þá erum við búin að æfa okkur þannig að það kemur frekar automatik að maður bara, ok, ég ætla að fara að lesa bara, ég ætla bara að taka hérna Jakob, ég ætla að fara í bara þennan sálm, ég ætla að fara í sálm 139 bara hérna og lofa Guð og lesa sálm 139 og við séum svolítið búin að æfa okkur að vaksa. Þannig að þegar það kemur áskorun í líf okkar, þá vitum við hvert við erum að leita. Og já, og svo náttúrulega þetta að vera, hann hvetur okkur til að vera fljóta að heyra, en sein að tala. Og líka þegar reiðin kemur að þá svona alveg bara hérna, taktu nú bara hérna 2 skref aftur og bak og verður svona reynda að lengja leiðina frá reiðinni og þar til að þú ætlar að segja eitthvað. Þannig að og svo segir hann hérna á lokunni í þessum kafla sem að ég las og ekki ganga og þykjast vera eitthvað guðrækin, að vera eitthvað heilagur og svo bara fréttir maður út í bæ að þú ert bara hérna kolvitlaus í skapinu og gargandi á aðra bílstjóra eða hann alltaf sagði ekki alveg það, hann Páll, en þú veist, meiningi var þetta, ekki vera að ganga og vera guðrækin og svo bara hefur enga stjórn á skapinu þínu eða skoðunu þínum eða afbrýðiseminu þínu. Reyndið það frekar bara, ok, þá skulum við bara byrja svolítið upp og nýtt. Þá tökum við úlingsárin aftur bara hérna í andanum. En við þekkjum það öll hérna inni sem sitjum hérna inni að sjúkdómar og fíkn, það fer ekki í manngreinar álit. Það er ekki bara, eitthvað svoleiðis. Og það er heldur ekki þannig að Guð fyrir manngreinar álit. Hann segir það mjög skýrt að við erum öll börnin hans og við erum jöfn frammi fyrir honum og hann elskar okkur öll. En það er og svo oft þannig að það sem að heimurinn finnst vera heimska eða svona bara, þú ert bara svona, já, þú ert bara ekki menntaður eða þú ert bara fátækur eða eitthvað svoleiðis. En Guð sér það ekki, hann sér ekki það sem að fólk heldur að geti dæmt bara, ok, þú ert flottur, ég set þig þarna, ég set þig hér og þú ert bara svona ruslflokkur. Guð sér ekki það. Hann horfir ekki á það sem að menn segja sér ríkidómur. Hann horfir beint í hjartað þitt. Og hann sér í hjartað þitt hver þú ert. Og hvað þú hefur gengið í gegnum. Og við höfum öll eitthvað sem við höfum verið að dröslast með alla ævi. Og mér er svo gott ef ég tek Pála eins núna út, því hann er mikið fyrirmynd fyrir okkur mörg. Og hann skrifaði mikið í bréfunum. Og hann segir við okkur, hann segir hérna í Nýja testamentinu og hann er að tala hann að flein í holdinu. Það var eitthvað og sumir segja að þetta hafi verið ykkur fötlun í líkamannum, aðrir segja að hann lítur á að lenda í ykkur slisi eða veikindum, allan að hann var að glíma í líkamannum. Þannig að hann var ekki bara hlaupandi og spriklandi, hann virkilega fann til í líkamannum. Og hann skrifar hérna, hann spurði faðir okkar á himnum, af hverju læknað þú mig ekki? Af hverju? Hann var bara að biðja, af hverju er ég í þessari stöðu? Halló, ég bara, ég er Páll postuli, sko. og ég er bara haltrandi með sjúkdóm. Af hverju læknar mig ekki? Og þá sagði Guð hann svaraði hann, náð mín nægi þér því að máttur fullkomnast í veikleika. Þannig að Páll svaraði þá, því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krist megi taka sér bústað í mér. Og það er svo gott að vita til þess að náð Guðs nægi mér og hann nægi þér líka. Þannig að þú ert að glíma við ýmislegt og þessi samlíking á milli að vera barn og þá spyr ég ykkur, hvenær byrjar barn að vaksa? María, hvenær byrjar barn að vaksa? From day one, sko. Við ömmurnar vitum þetta. Þannig að þegar þú fæðist, þá byrjar gangan. Þannig þegar þú ert búin að taka þetta skref, og nú erum við að tala andlega lífið, andlega vöxtinn. Þegar þú ert búin að taka þetta skref og stígur úr ríki myrkursins yfir í ríki ljósins og tekur á móti Jesú, játa með munninum og trúir í hjartanu að Jesús
sé sonu Guðs, þá fæðustu að nýju. Og þá byrja að ganga þér með Guði. Þú getur verið fullorðin eins og ég og verið að fæðast og verið að byrja að göngunni þér með Guði. Þú getur verið 14 ára. Sama hvort þú veist 14 eða 59 ára, þá er gangað þín að byrja sem barn Guðs og hann talar um það að við eigum að leita eftir leiðbeiningum. Og við eigum að, þegar við erum börn, það er svona náðar tími. Og ég fekk þegar ég var nýbyrjuð að ganga með Guði fyrir eitthvað, 1990. Þá var einn í kirkjunni sem kom til minn með Sálm 1 og ég held að það væri eitthvað svona, ok, og svo kemur hann með Sálm 2 eða Sálm 3, ég held að þetta væri eitthvað svona. Nei, hann var bara út af því að hann vildi gefa mér Sálm 1. Og hann er svona, og mér fannst það svo góðu, þetta var svo gott fyrir mig sem var svona rétt að byrja gönguna. Sæll er sá sem eigi fyrir að ráðum óguðlegra, eigi gengu götu syndarana og eigi situr meðal háðgjarna. Heldur hefur yndi af leiðsögn drottins og hugleiðir lögmáli hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett á lindum, það ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt sem hann gerir lánast honum. Þessi sálmur 1. Mér fannst rosalega gott, þarna ég kunni ekkert, ég vissi ekki eins og hvað sálmarnir voru í Biblíunni. En það var gott fyrir mig að byrja þar. Og ég vil líka hvetja ykkur vegna þess að ég var að tala um bréfin. Bréfin eru semst í Nýja testamentinu og allt nema þennan sálm sem ég vil lesa upp fyrir ykkur, þetta er allt í Nýja testamentinu. Og ég til dæmis, þá bara hvetja ykkur ef þið eru ekki byrjuð að fara í Nýja testamenti. Til dæmis, ég var að tala um bræðurnar Jakob og Júdas. Það er ágætt að byrja á Júdas, það er bara 1 kafli. Þannig þá er ég búin að lesa, þá er það alveg, ok, þá er ég búin að lesa 1 kafla í Biblíunni. Þá er ég búin að lesa 1 bréf, Júdasarbréf. Og þetta er ekki vondi Júdas, þetta er annar Júdas. Svo það sé á hreinu. Ég var alveg fyrst þegar ég sá Júdasarbréf, ég alveg bara, býttu nú við. Fekk hann að skrifa bréf? Já, mér varst það mjög skrítið, hann fekk að skrifa bréf eftir allt sem hann klúðraði eða sveik Jesú. En það er víst annar Júdas. Þannig að ég hveti ykkur þá bara að byrja á því að lesa Júdasarbréf. Þetta er bara 1 kafli í bréfinu og þá er þið búin með 1 bréf. Og svo er hægt að taka hinbróðurinn, Jakob, og hann er með mikið af svona leiðbeiningu og svona, þetta er gott að gera og svona, ef þið vantar leiðbeiningabækling annað en frá IKEA, þá er þetta mjög snuðt. Og Jakob 3:13, ég eftir 2 versendagur á hann í hætti. Í Jakob 3:13, þá segir hann, hver er vitur og skynsamur? Á meðal ykkar. Og svo er einhver sem réttur upp hendi kannski og hann segir, ok, hann sýnir það með því að vera hólátur og vitur í allri breytni sinni. En ef beiskja og ofsi, eiginni býr í hjarta ykkar, þá stærið ykkur ekki og ljúið ekki. Sú speki kemur ekki á ofan, heldur er hún jarnesk. Andlaus, djöfuleg, því hvar sem ofsi og eiginni er, þar er óstjórn og hverskins spilling. En, svo kemur alltaf en, spekin sem kemur ofan. Þannig nú erum við að fara að lesa um eitthvað annað. Spekin sem kemur á ofan, hún er í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunnar og góðra ávasta. Óhlutdræg, hræsnislaus, en friðflytjendur uppskera réttlæt og frið. Þannig er alveg bara gjör ólíkt og þess vegna er svo gott þegar maður er að biðja að leita eftir þessu. Og þetta, nú er ég að gefa ykkur 101 biblíukensla. Að það er að huga bara, eða þá bara taka Galatabrifi 5:22, þar sem er talað um ávexti andans. Og það er mjög skýrt og kemur aftur og aftur fram hverju við að sækjast eftir. Og má ekki lesa það fyrir ykkur? Komdu? Jú, komdu. Við erum að gera þetta saman. En bara ekki svona hratt. Ekki svona hratt. Já. Hver eru ávextir andans? Segðu það hægt. Ég skal reyna að tala hægt. Það er kærleikur, gleði, friður. Já. Kærleikur, gleði, friður.
með á hreinu? Já. Kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðveld, trúmennska, hógværð og bindindi. Sjálfsæði, það er bindindi. Já. Takk fyrir þetta. En það eru bara 9 reyndar, en svo eru hérna það sem að er að, sem að fælir andan, fælir sem sagt ávist andans. Þeir eru sko, ég til 24 hjá mér sem ég bara bið fyrir á hverjum degi, að hann taki frá mér. Og svo er ávist andans 9. Þetta er mjög gott. Og það er mjög gott að taka, þetta heitir að borða, borða orðið. Það er að læra utan af. Þannig að þetta eru bara svona pointers sem er gott í göngun með Guði. Hvort sem að þú ert barn eða úlingur, þá nú er ég að tala um andlega lífið. Eða orðin fullorðin og leiðtogi, þá er gott að fara reglulega og skoða leiðbeiningarna sem Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Við ætla að segja ykkur eina góða sögu að lokum. Að 1992, þá var ég á biblíuskóla í Svíþjóð, alveg nýfressuð. Og ég var í strætó og það var kona sem var að segja mér sögu af vinkonu sinni. Mér fannst svo mögnu vegna þess að ég var alveg bara svona, þetta hefði alveg getað verið ég. Ég veit ekki hvort ég hef sagt þess að sögu áður hérna, en það var kona sem kom til hennar og sagði barnið mitt er með svo svakaleg útbrot eftir bleiuna. Sérst, hún er með mjög svona slæm útbrot, svona bleiu útbrot. Og hvað er ég að gera? Og þá sagði hann, þú er að, og þetta var á sænsku, og það sem hún var að segja, sagði við hana orðrétt, þú er að setja Guðs orð á sárið. En ég myndi segja við hana að þú er að biðja Guðs, þú er að biðja fyrir sárunum. Og segja bara, og finna biblíuvers, drottin, þú ert læknir, þú læknar barnið mitt. Ég hefði hugsað svona, ok, drottin er læknirinn minn, og hann er læknir barnsins minns, og hann læknar barnið mitt. Og veitir hvað hún gerði? Hún átti einlæga trú. Hún tók og reif eina blaðsíðu úr biblíunni og setti í bleiuna. Út í hún átti að setja Guðs orð á sárið. Hún tók eina blaðsíðu úr biblíunni, setti í bleiuna og á barnið. Og hvað haldið þið fyrir trú þessa konu að það hefði gerst fyrir barnið? Barnið læknaðist. Fór hún eftir leiðbeiningunum? Nei. Var þetta nákvæmlega það sem hún átti að gera? Nei. En það sem að lækna, það var það að við eigum, eins og hann segir við eigum að fara til Jesú í trú og biðja. Og hún gerði það þessu. Hún virkilega fór í trú og bað Guðs orð í sár barnsins. Og það skipti máli að eiga þessa trú. Það var eitt barnabarn hjá okkur og barnabarni kom og sagði við okkur í gær, ég er svangur. Já, og þá náttúrulega fór af og amma að finna mat handa barninu. Það var engin efi hjá honum að hann fengi að borða hjá og af eða ekki. Og ég hugsaði með mér, þetta er trú. Svona trú þarf ég að hafa þegar ég fer til pappa míns á himnum. Pabbi, mér er illt í líkamannum, ég þarf lækningu. Já, gott hérna er ískapurinn, hér er lækningin. Það er þessi stórkostlega trú sem börn hafa þegar þau labba til mömmu og pappa og þau vita það að þau fá að borða hjá mömmu og pappa. Þetta semst, ef þið viljið fá mjög einfalda útskýringu á hvað er trú. Það er eins og þetta. Þegar barn labba til pappa eða mömmu og segir, ég er svangur, ég þarf að borða. Hvað gerist? Það kemur matur á borði. Þetta heitir trú og bænasvar á svona einföldu máli. Hugsið ykkur að hafa þessa trú þegar við förum til Guð föður okkar á himna og biðjum hann eitthvað sem fyrir nágrann okkar, ástvin okkar, eitthvað sem við erum að takast á í líkamannum eða í hjartanu. Amen. Hugleiði þetta, spáði þetta, hugsið þetta. Júdasarbréf og Jakobsbréf, það er heimaverkefnið. Fyrir alla aldurshópa. Heyrðu, en
þá er ég búin að segja það sem ég ætla í kvöld. Guð er góður. Og við erum yndislu börnin hans. Ef að einhver á eftir að taka þetta skref til að byrja þessa andlegu göngu og verða barna nýju, verða barnið hans Guðs, þá erum við hér til stað til að biðja með þér og standa í trú með ykkur. Og ef það er eitthvað annað sem vilji fyrirbæn fyrir, þá erum við hérna. Ég og Jónas og Óli og allan við þrjú. Þannig velkomið og þykið fyrirbæn. Sjoppan er opin. Elluhur. Hvað segir Marja? Já, ok. Takk fyrir í kvöld. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do.